En annan mjölkina. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin á þennan viðburð Pírata í Reykjavík, þar sem við ætlum að kynna frambjóðendur á lista Pírata til borgarstjórnarkosninganna 2022. Ég heiti Arndís Anna og þingkona Pírata. Það er mér mikill heiður að fá að kynna fyrir ykkur sem sitji hér í sal og þeim sem fylgjast með í streymi. Þá einstaklingar sem skipa 15 efstu sætin á lista Pírata í Reykjavík. Og allan listan má svo sjá á vefsíðu Pírata á piratar.is. Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti listans og borgarfulltrúi, mun síðan kynna uppgjörskýrslu kjörtímabilsins, þar sem hún fer yfir mikilvægi þess að Píratar séu við völd og það hverju Píratar hafa áorkað í borgarstjórn á kjörtímabilinu. Og hefst þá kynningin. Fyrsta sæti er Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Í öðru sæti er Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Þriðja sæti er Magnús Davíð Nordal, sjálfstætt starfandi lögmaður. Og í fjórða sæti er Kristinn Jón Ólafsson, nýsköpunarsérfræðingur. Í fimmta sæti er Elísabet Guðrúnar Jónsdóttir, tölvunarfræðingur. Og í sjötta sæti er Rannveig Ernudóttir, fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata. Í sjöunda sæti er Oktavía Hrund Jónsdóttir, ráðgjafi heildræns net og upplýsingaöryggis. Í áttunda sæti Olga Margrét Kristínadóttir, lögmann. Í níunda sæti er Tinna Helgadóttir, nemi í endurskoðun. Í tíunda sæti er Kjartan Jónsson, kennari, þýðandi og framkvæmdastjóri. Í 11. sæti er Atli Stefán Ingvarsson, ráðsali. Í 12. sæti er Vignir Árnason, bókavörður og rithöfundur. Í 13. sæti er Huginn Þór Jóhannsson, fyrirlesari. 14. sæti Sævar Ólafsson, íþróttafræðingur og nemi. Og í 15. sæti er Elsa Nóri, leikskólakennari. Og eins og ég sagði áðan, þá getið þið séð allan listan á vefsíðu Pírata á piratar.is. Að lokum vil ég gera grein fyrir því að í heiðusæti listans skipar palestínsk-íslenski rithöfundurinn þýðandinn, blaðamaðurinn og ljóðskáldið Mazen Maruf. Hann kom til Íslands árið 2011 í gegnum samstarf Reykjavíkurborgar og ICORN, samtaka sem veita rithöfundum og listafólki skjól frá ofsóknum og berjast fyrir tjáningafrelsi og lýðræðislegum gildum. Mazen hefur þýtt verk yfir 35 íslenskra ljóðskálda á arabísku, auk bóka eftir Sjón, Andra Snæ, Aðalstein Ásberg og Ingibjörgu Sigurðardóttur. Mazen hefur hlotið verðlaun fyrir ljóð sín og smásögur, hlauta meðal annars hinn virtu Literatúrelana verðlaun á Ítalíu og Al-Multaka verðlaunin fyrir smásagnarsafn sitt Brandarar handa byssumunum. Mazen er fæddur árið 1978 í Beirút en fjölskylda hans er frá Palestínu. Hann útskrifaðist úr háskólanum í Líbanon með meistaragráðu í efnafræði og starfaði við kennslu þar til hann breytti stefnu og snýri sér að skrifum og blaðamennsku árið 2001. Mazen starfar í dag hjá Háskóla Íslands þar sem hann kennir arabísku, sögu Miðausturlanda og miðausturlenskar bókmenntir. Hitt heiðusæti listans, 45. sæti, skipar Helgi Hrafn Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, sem á sínum tíma barðist hart fyrir því að Mazen fengi ríkisborgararétt. Þá ætla ég að bjóða Dóru Björt Guðjónsdóttur, oddvita Pírata í Reykjavík, að taka við og kynna uppgjörskýrslu kjörtímabilsins.
Kærar þakki fyrir þetta, Arndís Anna. Það ótrúlega gaman að sjá okkur öll hér samankomin í dag og finna fyrir hlýlegri nærveru ykkar sem að heima sitjið. Við erum ótrúlega stolt af þessum flotta lista, þessum fjölbreytta lista með öflugu fólki úr öllum áttum og við munum saman gera stóra hluti í þessum kosningum og hlökkum mikið til. Ég heiti sér Stóra Björt, ég oddviti Pírata í Reykjavík og borgarfulltrúi Pírata og ætla að fara hér yfir hvers vegna það skiptir öllu máli að hafa Pírata við völd. Og með mér Alexandra Brím, forseti borgarstjórnar og annar borgarfulltrúi Pírata og ætlum við að skipta þessu með okkur. Hvernig lítur það út þegar Píratar hafa völdin? Þegar stórt spurt, við ætlum að reyna að stikla á stóru í þessari yfirferð til þess að gefa innsýn í þau verkefni sem við höfum unnið á kjörtímabilinu og þetta snýst það að við viljum hafa ákveðið gagnsæi okkar störf og erum samhliða þessu að birta uppgjörsskýrslu kjörtímabilsins þar sem að við förum yfir verkefni meirihlutasáttmálans og hvernig hefur tiltekist með þau. Hér ætlum við að stikla á stóru þegar kemur að verkefnum Pírata og okkar áherslna og okkar stefnumála í þessari kynningu. Og byrjar þá yfirferðin. Við erum búin að stórefla lýðræði í borginni og það hefur skipt verulegu máli. Við höfum farið fyrir mannréttinda nýsköpunar lýðræðisráði borgarinnar, erum búin að setja á fót ný íbúaráð með valdeflingu íbúa og betri tengslum við íbúa í hverfunum, styrkingu tengsla við grasrótar samtök og með slembuvöldum fulltrúum í fyrsta sinn sem mjög spennandi breyting og þetta hefur skipt verulegu máli og haft mikil áhrif. Íbúaráðin eru strax orðin mjög öflug rödd lýðræðis í borginni og öflug leið fyrir íbúa til þess að hafa áhrif og þau hafa sannarlega haft mikil áhrif. Við höfum staðið fyrir valddreifingu í borgarstjórn, meðal annars með því að stækka forsætisnefnd þar sem minnihlutinn í borginni fékk í fyrsta sinn atkvæðisrétt. Við höfum tekið í gegn verkefni Hverfið mitt sem mikilvægt lýðræðisverkefni. Þar var brugðist við ábendingum íbúa, viðhald tekið út, tímalínu breytt svo að væri hægt að hafa meira samráð við íbúa og við hugmyndahöfunda þróun þeirra lausna sem þar fari í gegn. Með svo stærri peningapotti á móti og fjölbreyttari verkefnum. Fyrsta lýðræðisstefna Reykjavíkur var unnin undir okkar stjórn. Hún var samþykkt með fjármagnaðri og mjög metnaðarfullri aðgerðaráætlun með mörgum spennandi verkefnum. Splungun í lýðræðisskátt með yfirliti yfir allar samráðsleiðir hefur svo verið fjármögnuð og í hönnun og stefnt á því að hún komi til notkunar á árinu. Við erum búin að stórauka gagnsæi og gagnsæi svo mikilvægt vegna þess að það leggur grunn að upplýstari ákvarðanatöku, betri og faglegri vinnubrögðum og auknu trausti á þessar stofnanir okkar hið opinbera og það skiptir öllu máli. Gagnsjá Reykjavíkur sem var bara hugmynd á síðasta kjörtímabili hefur verið hönnuð, hefur verið fjármögnuð og þróuð áfram og mun birtast núna fljótlega, líklega fyrir kosningar í fyrstu útgáfu, með betra yfirliti yfir stjórnsýslu og ákvarðanir. Mín upplifun var svo þegar ég komin í þetta stjórnkerfi að það vantaði alla yfirsýn, það var erfitt að leita mér upplýsinga og við höfum einfaldlega brugðist við því með þessu móti. Gagnastjóri borgarinnar var ráðinn og það beint komið úr stefnu Pírata einnig og samhliða því hafa gagnainnviðir verið styrktir, meðal annars með nýju vöruhúsi gagna, með því að taka öll okkar gögn, hreinsa þau upp, tengja þau saman, þannig að við getum með auðveldum hætti gert tölfræðilega greiningar sem að leggur aftur grunn að gagnadrifinni ákvarðanatöku. Þannig að við erum eiginlega búin að taka gagnamálin og hrista upp í þeim og taka til í þeim og það mun skipta rosalega miklu máli. Gagnsæi styrkveitinga hefur líka verið brennidepli hjá okkur á kjörtímabilinu og það var unnin stór skýrsla í starfshópi sem var settur á laggirnar á vettvangi mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs og þessu mun fylgja bætt yfirlit yfir styrkveitingar, forsendur ákvarðana og þetta skiptir máli upp á jafnræði og lýðræði. Mikil áhersla hefur verið á aukna upplýsingagjöf á öðrum tungumálum en íslensku. Ný vefsíða loks komin í loftið
sem tilbúin í fyrsta sinn í fullkominni enskri útgáfu, það hefur aldrei verið til staðar áður. Verið að þýða öll umsóknareyðublöð yfir á ensku og þetta mun leggja grunn á því að það verður hægt að ganga lengra og hafa aðgengi á pólsku einnig byggt á velþýðingu. Mælaborð borgarna var birt á kjörtímabilinu, það hefur nú verið að þróa það áfram til að gera enn öflugra með bættu aðgengi að opnu bókhaldi og samhliða því höfum við verið að vinna nýja eigendastefnu borgarinnar sem tilbúin í drögum og þar gerð krafa opnu bókhalds dótturfélag sem mjög spennandi. Og ég ítrykka að verkefnin mun fleiri undir hverjum málaflokki en við getum einungis stiklað á stóru hér. Píratar með öflugustu loftslagsstefnu allra stjórnmálaflokka og við gefum engan afslátt þegar kemur að því að standa með baráttunum gegn loftslagsbreytingum. Og þetta á sérstaklega við í borginni, það fjölmörg tækifæri til þess að taka græn skref og minnka losun gróðurhúsalofttegunda og við höfum ekki látið okkar eftir liggja. Við höfum alltaf verið rödd þess að ganga lengst í því sem gert og við erum að byggja borgarlínu og við erum að byggja innviði fyrir vistvæna ferðamáta og staðreyndin sú að þetta ekki bara eitthvað sem við höfum tekið upp í okkur, heldur það svo að meirihluti fólks vill ferðast með öðrum leiðum en einkabílnum til vinnu. 40% þeirra sem aka til vinnu í dag vilja geta ferðast með öðrum leiðum en einkabílnum. Þess vegna snýst þetta það að skapa þetta valfrelsi sem verið að biðja og við erum að koma, það stundum látið eins og við séum að þvinga fólk úr bílunum sínum, það fjarri lagi, við erum miklu frekar að skapa tækifæri til þess að geta valið hvernig þú vilt ferðast og bregðast við þeirri eftirspurn sem að sannarlega liggur fyrir samkvæmt gögnum. Við erum að þétta byggða krafti og það skiptir miklu máli í þessu samhengi vegna þess að við þurfum að þétta byggð til þess að það sé hægt að byggja borgarlínu, hægt að byggja góða innviði. Það hagkvæmara að byggja borg þétt en dreift og fólk kann að meta þéttingu byggðar. Það sýnir könnun Arkur frá 2020 að fólk vill frekar fleiri herbergi, frekar en fleiri fermetra og vill næst þegar helst flytja á þéttingar svæði. Þannig að hér erum við líka að bregðast við vilja almennings. Ný hjólreiðaáætlun hefur verið samþykkt og fjármagn í uppbyggingu hjólastíga stóraukið samhliða því með 1 milljarði að lágmarki á ári næstu 5 árin. Hámarksáætlun hefur verið metnaðar málefni fyrir okkur Pírata. Hún hefur verið samþykkt og hefur verið að innleiða hana til að draga úr svifryksmengun og auka öryggi. Og þetta skiptir líka miklu máli fyrir gangandi og hjólandi þannig að þú upplifir að þér líði vel þegar þú ert að ferðast borgina og að það sé þægilegt og lífskeið fylgi þessu. Loftslagsáætlun sem gríðarlega metnaðarfull var samþykkt á kjörtímabilinu og við áttum lykil þátt í henni. Samhliða því fylgdi yfirlýsing að það ríki sannarlega hnattrænt neyðarástand í loftslagsmálum og mjög metnaðarfull aðgerðaráætlun til þess að bregðast við og í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Við stöndum fyrir stafrænni byltingu og nútímavæðingu þjónustu á þreföldum hraða til að minnka vesun, minnka sóun og minnka mengun og þetta eitt af okkar stóru verkefnum á þessu kjörtímabili. Við förum fyrir þessum málaflokki í mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisræði borgarinnar. Á kjörtímabilinu var sett að fót nýtt svið þjónustu og nýsköpunar þar sem stafrænni umbreytingu og gagnsæi lyft til flugs. Það hefur skipt verulegu máli. Þjónustustefnan var mótuð undir stjórn Pírata á síðasta kjörtímabili og þessu kjörtímabili förum við fyrir því að innleiða hana á vettvangi ráðsins og það í fullum gangi með tímamóta átaki í stafrænni breytingu og nútímavæðingu þjónustu upp á 10 milljörðum á 3 árum með þreföldu fjármagni frá því sem áður var. Nú starfandi stafræn teymi með stafrænum leiðtogum á öllum sviðum borgarinnar til að halda utan þessar breytingar. Við vorum valin úr stórum hópi borga í alþjóðlegt stafrænt samstarfsverkefni 6 leiðandi borga við Bloomberg Philanthropies og Harvard Háskóla og hér erum við 300 milljónum sem við fáum í styrk og aðgang að helstu sérfræðingum í heimi í stafrænni umbreytingum. Þannig að þetta mjög spennandi. Alltaf flegi ferð og hefur skipt verulegu máli og mun skipta verulegu máli. Hérna mynd sem fylgir því. Við stöndum vörð borgararéttindi, eftirlit og jafnræði. Það sem skiptir máli að
Píratar bregðast við þegar erfið mál kom upp frekar en að sópa þeim undir teppið. Það er algjörlega þannig okkar rödd hefur skipt sköpum innan stjórnkerfisins þegar erfið mál kom upp eins og Braggamáli sem við fengum í fangi strax við upphaf kjörtímabils. Öllu stjórnkerfinu var umbylt í kjölfar þess í þágu aukins eftirlits og gagnsæis. Þar sem meðal annars einingin þar sem málið var unnið var lögð niður. Það var gerð umfangsmikil rannsókn á því hverju þyrfti að breyta og hvernig við getum brugðist við og var unnið eftir henni frá A til Ö. Þessu tengt var sett á laggirnar nýtt svið fjármála og áhættustýringar og þar áhættustýring sett í mikinn forgang með nýrri áhættustefnu og þarna eru aðgerðir sem að skipta verulegu máli og sérstaklega tekja á misferðlis áhættu. Það komin á laggirnar ný og öflugri eftirlitseining með skýrari umgjörð, meira vægi og betri innviðum og samhliða þessu fer styrking umboðsmanns borgarbúa. Þessu tengt komin á laggirnar ný uppljóstrunargátt þar sem við erum að ganga lengra heldur en lögin kveða á vernd uppljóstrara með því að tryggja nafnleysu og það búið að setja á fót kerfi í kringum það. Einnig vil ég nefna hér annað mál sem við fengum í fangi strax við byrjun kjörtímabils og það var það þegar var umdeild ráðning eins æðsta stjórnanda borgarinnar sem var til umfjöllunar þá. Og við fórum fram á það yrðu gerðar nýjar ráðningareglur æðstu embættismanna til þess að tryggja það að það ríki gagnsæi ráðningar að sé sannarlega jafnræði og réttlæti og engin pólitísk áhrif innan þessara ráðningaferla sem svo ótrúlega mikilvægt að njóti trausts. Og þetta eitthvað sem við beittum okkur fyrir og þetta var samþykkt og það hafa verið ráðningar á æðstu embættismönnum í kjölfar þessa byggt á þessum reglum og okkar upplifun svo að nú ríki mun meira traust þær ráðningar innan bæði meiri hluta og minni hluta. Þetta skiptir máli. Þetta eina af ástæðum þess að það skiptir máli að hafa Pírata við völd. Við setjum líka nýsköpun í forgang. Fyrsta nýsköpunarstefna borgarinnar hefur verið samþykkt undir formerkjum atvinnu og nýsköpunarstefnu og hér flæðir nýsköpunum allt með fullt af metnaðarfullum aðgerðum og verkefnum. Við erum líka bakhjarl nýs græns viðskiptarhraðal sem heitir Hringiða. Ný innkaupastefna í vinnslu og mun leggja áherslu að styðja betur við nýsköpun og sprotafyrirtæki vegna þess að við viljum ekki að sé of erfitt fyrir nýsköpunaraðila að taka þátt í innkaupum borgarinnar. Við viljum hafa fjölbreytta aðila, ekki stuðla því að það verði einhver svona einokun á markaði eða séu mikil takmark fyrir því að fólk geti tekið þátt. Við viljum að litlir aðilar með flottar hugmyndir geti tekið þátt innkaup borgarinnar og það það sem við höfum lagt ríka áherslu á þessu kjörtímabili sem nú í vinnslu. Við höfum staðið fyrir miklum stuðningi við ýmsa hraðla og lausnamót og verið að þróa vísindaþorp í Vatnsmýri og skapandi þorp í Gufunesi. Það pottþétt ekki með ráðum gert að ég kem inn þegar við ræðum að þessum transmálin og hinsegin málin. En jú, við höfum á þessu kjörtímabili lagt ríka áherslu á það að ryðja úr vegi hindrunum sem eru í veginum fyrir hinsegin fólk, transfólk, intersex og við höfum á allan hátt lagt okkur fram við að styðja við jafnrétti. Við höfum tekið skýra afstöðu með transfólki og rétti til skilgreiningar óháð kyneinkennum, óháð því hvar fólk statt með tilliti til aðgerða eða hvort það ætlar í aðgerðir og við höfum tryggt aðgengi að klefum með leiðbeiningu til starfsfólks. Við höfum gert skýra stefnu ókyngreinda aðstöðu í húsnæði borgarinnar og með ókyngreindum klefum í allar sundlaugar. Við erum með stefnu ókyngreinda aðstöðu í öllu húsnæði borgarinnar sem var samþykkt og það töluverður áfangasigur í baráttunni okkar við reglugerðirnar. En reglugerðir víðsvegar í kerfinu stangast ennþá á við lög sem voru samþykkt kynrænt sjálfræði. Og Reykjavíkurborg hefur leitt veginn í því að berjast fyrir því að þessum reglugerðum sé breytt til samræmis. Annað sem við höfum gert að við höfum uppfært skráningaform þannig að tilliti sé tekið til allra kynja. Við erum með checklista fyrir skóla og það hefur verið lagst í mikla vinnu vegna transbarna og ungmenna. Við höfum unnið meiri og betri jafnréttis, kynja, kyn og hinsegin fræðslu og við höfum lagt þrýsting á menntamálaráðherra að efla þessi atriði í menntun kennara og þrýsting á Menntamálastofnun að útbúa betri námsgögn fyrir þessa málaflokka.
Annars við höfum lagt áherslu á að sjá fyrir ókeypis tíðavörum í grunnskólum. Þegar kemur að móttöku og upplýsingagjöf fyrir fólk með annað móðurmál en íslensku, þá höfum við lagt mikið kapp á það að þetta sé bætt. Við erum að stórauka upplýsingagjöf til fólk sem talar ekki íslensku, þá bæði í gegnum vefsíðuna og þjónustuverið, og í þjónustuverið hefur verið ráðið inn fólk sem talar á önnur tungumál, til dæmis pólsku, til að bæta aðgengi allra að þjónustu borgarinnar. Við erum með tillögur til að minnka óútskýrðan launamun, óháð uppruna, sem búið að samþykkja, og við erum með nýja jafnlaunastefnu í mótun þar sem fleiri breytur en kyn eru teknar inn, til dæmis launamunur vegna uppruna. Það er eitthvað sem þarf að taka á líka. Við erum með í endurskoðun atvinnuauglýsingarnar, hvaða kröfur við gerum og ramma við setjum, upplýsingagjöfina í kringum ráðningarnar til þess að auka fjölbreytni í starfsmannahópnum, og við erum líka með áherslu á betri íslensku kennslu til starfsfólks ásamt betra upplýsingaflæðis í gegnum mannauðssvið til fólk sem talar ekki íslensku. Við viljum líka taka betur á móti börnum sem tala ekki íslensku með íslensku verum og með brúarsmiðum, og framlög til íslensku kennslu barna með annar móðurmál hafa hækkað 143 milljónir. Við höfum líka gert samninga við ríkið sem tryggja það við tökum á móti fleiri umsækjendum alþjóðlega vernd, og það er fyrir utan átak sem við fórum í sérstaklega til að taka á móti fólki frá Úkraínu. Píratar eru og hafa verið varðhundar algildrar hönnunar og aðgengis fyrir öll. Og það sem við höfum lagt áherslu á að efla samráðið við fólk sem með fötlun, með til dæmis nýrri aðgengis- og samráðsnefnd, þar sem eru fleiri fulltrúar hagsmunasamtaka en lög gera ráð fyrir. Það hefur verið mikil aukning í virku samráði og raunverulegu samráði áður en að hlutinir eru hvort þið komin úr endastuð, en samráð verður að vera raunverulegt til þess að það skipti máli. Við höfum verið aðilar að verkefninu Römpum Reykjavík, þar sem eru komin 100 nýjir rampar og er núna verið að útfæra á landsvísu. Við erum með nýja aðgengistefnu sem er í vinnslu og verður kláruð á allra næstu misserum, vonandi fyrir kosningar. Það sem er lögð áherslu á aðgengi í víðum skilningi, það er aðgengi að upplýsingum, þjónustu, húsnæði, borgarlandi, og það með fjölbreyttum aðgerðum. Það er yfirlit yfir aðgengi að húsnæði borgarinnar á vefnum, og auðlesinn texti er nýja viðmiðið á vefsíðu Reykjavíkurborgar. Aðgengi fyrir öll er í brennandi epli með ýmsum verkefnum, eins og auknu aðgengi að strætóskýlum, gönguþverunum, skólahúsnæði, áherslu á aðgengilega leikvelli, og svo erum við með fyrstu aðgengilegu rennibrautina í heimi. Það er með nýrri Laugardalslaug sem er í undirbúningi. Annað stórt mál á þessu kjörtíðanbili var bætt akstursþjónusta fyrir fatlað fólk, þar sem var tekið mikið tillit til samráð sem hafði farið í með notendum, og það var lögð mikil áherslu á það að bæta þjónustuna, en líka að þó svo að sjálfur aksturinn væri boðin út, þá væri kjarnaþekkingin og sambandi við viðskiptavinin ennþá hjá strætó, þannig að það glataðist ekki þó að skipta um þjónustuaðila. Svo er annað, það er skaðamingunin. Skaðamingun var í rauninni bara ekki til í skjölum borgarinnar fyrir tíma Pírata, en núna er þetta kjarnahugsjón í allri velferðarþjónustu, bæði hjá borginni, hjá þriðju aðilum, hjá öðrum flokkum. Þetta er eitthvað sem við höfum raunverulega náð að ýta mjög fast í gegn. Vissulega í vissu samhengi við breytingar í málaflokknum á heimsvísu, en Píratar ruddu brautina á Íslandi. Við höfum margfaldað housing first, eins og það kallað, við höfum fimmfaldað húsnæði sem er þar. Það verður enda gengið hægt að koma því öllu fyrir, en húsnæðið er til og við stefnum á að fjölga því enn meira. Skaðaminnkun hefur verið fest í sessi í stefnumótum borgarinnar, og fjármagn til málefna heimilislausra einstaklinga og fólks með miklar þjónustuþarfir hefur verið tvöfaldað með ýmsum hætti. Annað sem við gerðum, það var að við hættum notkun blárra ljósa á salerni borgarinnar. Ég veit ekki hvort þið þekki hvað það er. Það voru svona óþægileg skærblá ljós inn á salernum til að í rauninni koma í veg fyrir að fólk vilji vera þar, og þetta er svona til þess að angra fólk sem að gæti verið að nota einhver efni. Svo ákvörðun að nota því var ekki tekin í samráði við yfirstjórn borgarinnar og var hætt að okkar frumkvæði. Við höfum opnað nýtt heimili fyrir konur með geð- og vímuefnavanda. Við opnað nýtt gistiskýli, þannig að það sé hægt að vera með gistiskýli sérstaklega fyrir yngri karlmenn og fyrir eldri karlmenn sem eru með mjög mismunandi þarfir og mismunandi notkun. Og svo erum við núna, og þetta er stór punktur, fyrsta neyslurýmið á Íslandi er búið að opna í Reykjavík. Við höfum líka barist fyrir því að enginn þurfa að lifa við fátækt, og við höfum barist fyrir því að þjónusta sé veitt á forsendum notenda. Heimaþjónustan sem er veitt til fólks er núna á forsendum notenda, er fjölbreyttari og tekur meira mið að þörfum hvers og eins og kallast stoð- og stuðningsþjónusta.
Við höfum hækkað grunn upphæð fjárhagsaðstoðar til einstaklinga en það hefur verið umfram vísitöluhækkanir á kjörtímabilinu. Það hefur tekist og gengið eftir það markmið að fjölga íbúðum í félagsbústöðum. Það var sett það markmið að fjölga þeim 500 á kjörtímabilinu og það hefur tekist og í kjölfarið hafa biðlistar styst. Þetta ekki góð setning. Ég mæli með að skoða þetta línuritt. Þetta svona stiklað á stóra kjörtímabilinu. Við sjáum 2016, 2018, 2020, 2022. Þetta eru biðlistarnir, fjöldi umsækjenda á biðlistum í upphafi mánaða. Ég valdi mars vegna þess að það var ekki til maí ennþá en ég vildi reyna að miða svona við eiginlega kosningarnar. En skoða þetta frekar harkaleg lækkun. Þetta ekki alveg helmingun en nálægt í. Það var líka komið nýtt umsóknarkerfi fjárhagsaðstoð til framfærslu. Það var klárað snemma á kjörtímabilinu og það verið til verðlauna og verið grundvöllurinn að því hvernig við hugsum slíkar stafrænar umbreytingar með önnur kerfi og þetta alltaf skilað sér núna. Og við höfum líka farið í nýja stefnu sem tryggir það að börn, foreldrar á fjárhagsaðstoð fái leikskóla, grunnskóla, frístund og máltíðir án endurgjalds. Það stór hluti af því að tryggja að fólk búi ekki við fátækt og sérstaklega börn. Þegar kemur á grunnskólanum þá má segja að við höfum raunverulega umbylt því starfi. Þegar ég kem fyrst inn í skóla- og frístundaráð, þar sem ég hef verið varaformaður lengst af kjörtímabilinu, þá var gegnumgangandi að skólarnir væru undirfjármagnaðir af því að forsendur voru ekki réttar. Úthlutunarlíkanið einfaldlega tók ekki mið af raunverulegum kostnaði og við höfum lagt mikið kapp á það á þessu kjörtímabili að breyta þessu úthlutunarlíkani. Og ég sagði það nokkru sinnum að ég myndi ekki vera sátt við að skilja við kjörtímabilin ef þetta verið lagað. Og það gekk núna eftir, það hefur verið samþykkt, það full fjármagnað og það fékk undanþágu frá því að þurfa að vera með aðhaldskröfu á fyrsta árinu sem bara töluvert magnað skref. Nýúthlutunarlíkan grunnskóla Reykjavíkur heitir Eddan og það tryggir gagnsæi á úthlutun í hvað peningarnir eru notaðir. Það gengur út á snemmtæka íhlutun og það stutt betur við skólahverfi með efnaminni hópum. Þarna koma líka hlutir eins og rekstrarstjórar í grunnskólana, þannig að skólanum veitt svigrúm til þess að ráða einn sérfræðinga sem þeir meta þeir þurfi, hvort sem það þroskaþjálfi eða sálfræðingur eða eitthvað svoleiðis. Og í rauninni bara rosaleg bót að öllu leyti, eða svo til öllu leyti. Það miðast við það svo kallað námstækifæra stuðul í hverfunum, ég ætla ekki að fara nánar í það í svona fyrirlestri. Annað sem hluti af stafrænu umbyltingunni að það gert ráð fyrir 730 milljónum á 3 árum í að allir nemendur í unglingadeild fái spjaldtölvu og ekki bara það heldur að það verði líka þróaðar kennsluaðferðir og námsefni til þess að nýta spjaldtölvurnar. Hver sem farið og keypt fullt af einhverjum krónbókum en það ekki alveg að sama og innleiða þær í kennslu með virkum hætti. Við vorum með tilraunaverkefnið Betri borg fyrir börn í Breiðholti og það gekk svo vel eftir að nú erum við að útfæra það í allri þjónustu og stjórnun á þjónustu í borginni og það í rauninni gengur út af það að þjónustan færð út í hverfin. Það að fólk sem var að vinna miðlægt komið meira út í hverfin, fólk sem var starfsmenn á velferðarsviði núna starfsmenn á skóla- og frístundasviði og hefur í rauninni miklu meiri tengsl við bæði nemendurnar og foreldrana og skólana í sínum daglegu störfum. Sálfræðingar eru reyndar ennþá svona tengiliður á milli kerfanna. En í kjölfar á þessu var samþykkt nýtt skipuritt fyrir skóla- og frístundasvið þar sem að ábyrgðin á stjórnun færð út í hverfin og stjórnunarspönnin sem var orðin fáránleg í vissum tilvikum orðin miklu skynsamlegri. Ég leiddi sjálf gerð nýra stefnu tónlistarnám í borginni til 2030, það er búið að samþykkja hana og það eru komnar fyrstu aðgerðir í gang og við erum nýbúin að samþykkja nýja innleiðingaráætlun. Og þetta mjög spennandi, gengur út af það að auka aðgengi að tónlistarnámi og draga úr kostnaðarþátttöku foreldra og dreifa þessu jafnar í borginni. Við erum með nýtt innritunarkerfi fyrir grunnskóla sem var að koma bara fyrir örfáum vikum og það mælist mjög vel fyrir. Það miklu notendavænna heldur í kerfi sem var fyrir. Mælum ég að skoða það að við erum með börn á grunnskólaaldri. Í rauninni ef við erum með börn á grunnskólaaldri þá ættu við að vera löngu búin að skoða það. En ég segja. Annað sem mjög mikilvægt, það að við viljum tryggja foreldrum og börnum val í leikskólamálum og til þess að það sé raunverulegt val að ræða þá verðum við að tryggja það að það sé að minnsta kosti leikskólapláss til staðar. Og núna á kjörtímabilinu þá hefur tekist að ná inn gífurlegri fjölgun leikskólaplássa í gegnum brúum bílið verkefnið og reyndar hefur framkvæmdin aðeins tafist út af heimsfaraldri og öðru slíku
en nú að koma 850 pláss í gagnið á þessu ári, koma inn í haust og það verða í heildina 1680 pláss sem koma inn 2022 til 2024. Það að veru 7 ungbarnadeildir sem voru 2018 eru orðnar 27 í dag. Þannig að þetta töluverð breyting. Við erum að stefna það í haust að bjóða öllum börnum sem eru 12 mánaða eldri leikskólapláss, en það hefur við 18 mánaða og eldri síðustu í rauninni bara síðan að þetta var tekið upp. Annað sem við höfum gert, meðal annars í samræmi við aðgerðir í brúum bilið, þar sem hefur verið að byggja nýjar deildir og svona, þar sem við förum í framkvæmdir, þá erum við að bæta starfsmannaaðstöðu í leiðinni. Og það hefur haft mikil áhrif á bara líðan starfsmanna. Við höfum líka fækkað börnum á hvert starfsmann, sem að gá okkur reyndar þá reynslu sem við þurfum til að sjá að við getum alveg fjölga starfsfólkinu sem þurft að gera á móti, þannig að við óttumst ekki öll þessi nýju pláss með til fjölgunar starfsfólks. Í rauninni verður fjölgunin bara á svipuðu róli og hún hefur verið síðustu ár af því að við breyttum þessum viðmiðum fjölgun fjölda barna per starfsmann. Við setjum opnunartíman sem var mjög mikilvægt upp á álagið á starfsfólk líka, nema í einum skóla í hverju hverfi, og við erum að sjá að þetta að skila sér. Bara í minna álagi, meiri starfsánægju og færri veikindaleifum, sérstaklega langtíma veikindum hjá starfsfólki á leikskólunum. Og þetta stór og mikilvægur þáttur í því að við getum boðið upp á fjölgun leikskólaplássar sem við þurfum inn í framtíðina. Það óþarf að nefna það að ég ætla samt að gera bæði það að lengja leikskólakennaranámið og að gera leyfisbréfið færanlegt milli leik- og grunnskóla hefur svolítið gert það að verkum að það hefur verið erfiðara að manna leikskólana heldur en hefur verið, og þess vegna er það mjög mikilvægt að við draugum úr þessu álagi svo að við getum bætt mönnunarstöðuna. Svo erum við með nýtt fyrirkomulag skóladagsins á leikskólanum. Það helst svolítið í hendur við þetta að við skilgreinum ákveðin tíma þar sem er námstími, og svo tíminn eftir það meira svona læra í gegnum leik. Auðvitað þarf að sinna þessu vel á báðum tímum, en það betri nýting á mannauðnum okkar að stilla þessu svona upp. Og núna í vinnslu nýtt úthlutunarlíkan fyrir leikskólana sem í samræmi við það sem var gert fyrir grunnskólana. Við höfum núna sett á þessu kjörtímabili höfuðáherslu á hraða uppbyggingu húsnæðis. Þið vitið öll að þetta stóra málið. Og það hefur aldrei verið meira gert í borginni en á þessum síðustu árum. Við erum núna búin að gefa enn frekar í, og síðustu tölur að við stefnum á að bjóða upp á 2000 nýjar íbúðir á hverju ári næstu 5 árin. Það rosalegt. Það í kringum 2/3 af uppbyggingu á landsvísu. Og bjóða þér að taka við. Já, getum bara verið hérna saman, sko. Við erum mjög góðar saman. Heyrðu, já, við leggjum mjög ríka áherslu á nægt húsnæði fyrir efnaminni hópa og erum með það sem stefnu í okkur sem að við höfum fylgt eftir á þann hátt að við höfum gengið lengra en sem stefna að lágmarki 25% á hverju uppbyggingarsvæði nýtt í uppbyggingu hagkvæms húsnæðis hjá óhagnaðardrifnum aðilum. Hlutfalli hefur þó verið hærra á kjörtímabilinu yfir 30%. Við leggjum mjög ríka áherslu á þetta í Reykjavík, en við sjáum að það vöntun á þessu í nágrannasveitarfélögum og víða land. Við höfum gengið lengra varðandi fjölgun félagslegra íbúða en við í raun lögðum upp við. Við vorum með plan 500 til 600 en höfum fjölgað félagslegum íbúðum 700 á kjörtímabilinu. Það sem áhugavert að skoða tölur þessu tengt. Reykjavík með 36% landsmanna en 71% íbúa vegum óhagnaðardrifinna félaga. Við byggjum líka langmest af félagslegum íbúðum. Erum með 78% félagslegra íbúa á höfuðborgarsvæðinu en aðeins 56% íbúa. Við erum með 22 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa, á meðan Garðabær með 10 sinnum færri. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að taka höndum saman sem samfélag og fjölga íbúðum og félagslegu húsnæði og húsnæði fyrir óhagnaðardrifin félög. Umfang okkar uppbyggingar síðastliðin 5 ár hefur verið meira en 2-falt breiðholtsverkefni á 3-földum hraða. Það staðreynd sem að fáir vita og það mikilvægt að halda þessu til haga vegna þess að ef þið skoðið hvernig var fjallað húsnæðisuppbygging árið 2019, rétt fyrir COVID, þá var það svo að það var verið að vara við því, meðal annars frá Seðlabankans hendi, að það yrði offramboð af húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Það var staðan 2019. Svo komu
óbúðslega mikið af aðgerðum í kjölfar COVID. Ríkisstjórnin blés inn fjármagni inn á kaupendamarkaðinn en leið var haldið aftur af fjármagni í uppbyggingamarkaðinn og það hefur haft mjög afdrifaríkar afleiðingar sem að við stöndum nú frammi fyrir. En við sjáum að hlutfall fyrstu kaupenda hefur aldrei verið hærra af kaupendum enn í dag og þannig að við köllum svolítið eftir því að ríkisstjórnin axli líka sína ábyrgð á þeirri stefnu sem hún hefur sannarlega rekið þó hún hafi kannski ekki verið opinber stefna og það mjög mikilvægt að fleiri komi að borðinu til þess að tryggja næga fjölgun íbúða á öllu höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu. Bíddu nú við erum búin að fara yfir þetta. Við viljum líka nefna ákveðin svona þátt sem að eru dýramálin og við erum held ég einn fára stjórnmálaflokkar sem eru með sérstaka dýrastefnu. Við vorum bæði með stefnu dýravelferð og svo vorum við með stefnu nýja dýraþjónustu Reykjavíkur og við höfum sannarlega tekið þessi málefni í fangi á kjörtímabilinu og tjekkað í það bil öll bóksin á báðum þessum stefnum og við höfum stórbætt þjónustu við dýr og dýraeigendur. Þjónusta við dýr og dýraeigendur hefur sérst verið saminu í þessa dýraþjónustu Reykjavíkur í fjölskyldu og húsdýragarðinum og það snýr að því að bæta einfalda og auka skilvirkni þjónustu við dýr og dýraeigendur vegna þess að dýr skipta okkur máli, dýraeigendur skipta máli og eiga að fá nægan stuðning og þjónustu til þess að líða vel í Reykjavík. Samhliða þessu voru málefni katta flutt frá meindýraeftirlitinu sem okkur fannst nokkuð viðeigandi. Hundaeftirliti var hreinlega lagt niður og hundahald loksins formlega leyft í Reykjavík. Enda hundaeign ekki eitthvað sem að þú átt að vera með sem eitthvað svona til hliðar sem eitthvað svona auka verkefni. Það eitthvað sem skiptir máli að hundaeigendur geti verið hér og verið til staðar og liði vel. Hundagjöld voru samhliða lækkuð verulega alltaf helming. Samhliða þessu fylgir fjölgun og bæting hundagerða og hundaleikföng og það mikil áhersla á að ný hverfi séu þróað þann hátt að þessi hugað að aðstöðu fyrir hundaeigendur strax í byrjun. Við erum líka að uppfæra nýja samþykkt í tengslum við hundahald og þar verið að skapa rými til þess að hafa fleiri svæði fyrir lausagöngu hunda í borginni og víðar og þetta eitthvað sem við leggjum mjög ríka áherslu á. Við höfum líka lagt áherslu á vilddýr, það búið að friða sel og verið að þróa húsdýragarðinn í dýraathvarf fyrir villt og veikburða dýr meðfram þessari stækkun laugar fyrir vilddýr í hemmingum og seli. Þannig að dýr skipta okkur máli og halda áfram að skipta okkur máli og við höfum beitt okkur í þessa veru að styrkja þeirra stöðu og bæta þjónustu við dýraeigendur. Við höfum lagt ríka áherslu á að beita slagkrafti borgarinnar til að bregðast við COVID og efla þjónustu og hér vil ég nefna aðeins punkta fjármál vegna þess að þið þekki kannski til þess og stundum látið eins og fjármál Reykjavíkur séu í volli og hefur það í rauninni loðað við Reykjavík alveg síðan R-listinn tók til valda á sínum tíma og mér langaði til þess að nota síðustu augnabliki til þess einfaldlega að rekja þessa umfjöllun vegna þess að hún stenst enga skoðun, hvorki nú né fyrir nokkrum árum síðan en þessu sífellt haldið til haga. Við erum með lægsta skuldahlutfall sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og mestar eignir sveitarfélags á hvern íbúa. Leið og við erum með lægstu fasteignaskatta íbúahúsnæðis á landinu ásamt Seltjarnarnesi. Og þetta snýst auðvitað A-hlutan sem hinn eiginlegi rekstur. Við erum líka með B-hluta sem stendur vel undir sér og í rauninni fyrirtæki sem eru farin að geta greitt arð til borgarinnar. Mesta uppbygging og hagnaðardrifins leiguhúsnæðis í Reykjavík eins og ég nefndi og metnaðarfyllsta velferðarþjónustan í Reykjavík. Þetta þrátt fyrir að við stöndum fjárhagslega mjög sterkt og við gerum það líka eftir COVID en við höfðum lært af hruninu, við höfum lært af fyrri krísum þegar COVID kom og ákvaðum einfaldlega að nýta okkar slagkraft, okkar bolmagn til þess að fjárfesta ríkulega í samfélagslegum innviðum til þess að láta ekki okkar eftirliggja í þessari kreppu samfélagsins og stuðla að því að kerfin okkar myndi ekki kollvarpast í þessu eins og við sáum svolítið meira gerast í hruninu.
Og við höfðum bolmagn þess og gerðum það og fjárfestum ríkulega og það hefur skilað sér. Við sjáum núna samfélagið taka ákveðin viðsnúning tiltölulega hratt og það hefur skipt sköpum. Við fórum einfallega líka eftir hvatningu ríkisstjórnarinnar í þessum efnum. Bjarni Benediktsson sjálfur hvatti til þess að sveitarfélög myndu fjárfesta. Þó voru reyndar engir fjármögnir, mjög litlir allavega fjármunir sem að fylgdu frá ríkinu eins og kallað hafi verið eftir, en við stóðum við okkar á meðan önnur sveitarfélög. Því miður þurftu langflest að draga saman seglin og skera niður og mörg forgangsröðu frekar að koma betur út í Excel heldur en að forgangsraða þjónustu við fólk og við gerum það ekki. Við settum á fót græna planið sem var viðspyrnu áætlun vegna COVID til þess að standa með fólki og vaksa út úr þessari kreppu. Og höfum sannlega gert það og erum mjög stolt af því og viljum bara hrekja allar athugasemdir það að við stöndum svo illa og allt sé í voli í fjármálum í Reykjavík. Það einfaldlega ekki rétt og stenst enga skoðun. Já, þá erum við komin að leikslokum. Við erum hérna fyrir hönd stærri hóp sem borgarstjórnarflokkurinn og við erum hérna fyrir hönd allra frambjóðenda Pírata í Reykjavík. Við erum í þessu saman og ætlum að standa okkur vel í kosningabaráttunni og gera stóra hluti vegna þess að eins og þegar við séum hér í dag það eiga Píratar ríkt erindi í borgarstjórn, ríkt erindi í meirihluta og það skiptir máli. Ég vona að þið sitjum með þá tilfinningu vegna þess að það er okkar tilfinning og sem við viljum endilega reyna að skila til ykkar vegna þess að við sitjum með þessar upplýsingar um hvað hefur gerst fyrir tilstuðlan Pírata, hversu mörgum stefnum við höfum komið til leiðar og framkvæmda vegna þess að við látum verkin tala. Við gerum það sem við segjumst ætla að gera. Það eru Píratar í hnotskurn og við erum traustsins verð og við förum vel með völd þegar við fáum þau og við berum virðingu fyrir þeim og við berum virðingu fyrir umboði okkar frá okkar kjósendum og íbúum borgarinnar. Þannig að kjósi Pírata vegna þess að það skiptir máli. Það er gagnlegt og gott að hafa Pírata við völd. Ég vona okkur að við tekist að svona veit ykkur svolítið innsinn í hvers vegna hér í dag. Takk fyrir að vera hérna, takk fyrir að vera Píratar og takk fyrir að fylgjast með þessum heima sitjið. Takk. Ég vil rétt svo bæta því við að ítarlegri skýrslan okkar er aðgengileg á vef Pírata, verður aðgengileg á vef Pírata og hún fer dýpra í það heldur en glæðrunnar, en bara takk hérlega fyrir.